og fyrst nefna og svo tjöllum við okkur í rallið, bókinu Thor eftir Guðmund Andra Thorsson. Það er svo að byrja, Kolbrún. Já, Guðmundur Andri, hann fór yfir pappíra föðursins sem safnaði öllu og fann þar myndir og minniskompur og annað. Og hann skrifar þessa bók föður sinn, og þetta er ekkert gríðarlega löng bók, en hún er óskaplega innihaldsrík. Mér finnst þetta að vera það besta sem Guðmundur Andri hefur gert og hefur hann þó gert margt gott. Þetta skrifaði af óskaplegri hlýju. Hann færir okkur Thor alveg eins og við þekktum hann. Thor var yfirþyrmandi persónuleiki. Það kemst vel til skila. Örlæti hans kemst til skila. Þetta mikla skap, ýmsir gallar. Og hann lýsir líka ættmönnum, hann lýsir öðru fólki og allt lifnar á þessum síðum. Það er ég táraðist þegar undir lokin þegar hann verið að lýsa hvernig gamall maður vaknar hádegi og hvernig dagurinn er hjá honum. Frábærlega vel gert. Þetta er bók sem allir unnendur Thors hljóta fagna og þeir sem þekki ekki Thor. Bókin hún færir þeim hann og ég held að hljóta fyllast alltaf forvitni á því að lesa þetta. Hann stígur algjörlega ljóslifandi upp úr þessum síðum. Haukur. Maður finnur fyrir nærveru Thors í þessari bók og þótt að sé náttúrulega bók Thor, þá er þetta líka vissuleyti bók Andra og fjölskylduna alla. Andri sviðsetur sjálf hans óbúslega skemmtilega, hann er svona svolítið jarðbundinn, Thor náttúrulega svolítið svífandi og svona þeirra samband verður óbúslega skemmtilegt. Hann er mjög sanngjarn, finnst mér líka við andstæðingar Thors og hann gengur svona hart af föður sínum, mér finnst hann ekki vera óvæginn. Það er óbúslega skemmtilegt þegar hann fer út í þessa Kristmannsdeilu. Þá segir hann fyrst, já þetta er mjög flókið, en líka einfalt. Þannig að jú, þetta er einhvern veginn allt kaldast við kristallast í þessari Kristmannsdeilu. En á sama tíma þá snýst þetta líka bara það að ungur maður fékk vondan ritdóm hjá Kristmanni Guðmundsssyni. Nákvæmlega. Og þannig að hann sýnir einhvern veginn, en svo fannst mér líka fallegt þegar hann segir hann gekk hart á móti Kristmanni, en það var vegna sem hann bar virðingu fyrir honum sem andstæðingi. Þannig að hann sýnir einhvern veginn bæði kosti og galla Thors, en mér finnst það líka eins og Andri er yfirleitt finnst mér finnst hann sanngjarn í dómum menn. Já, Andra, einhvern veginn þegar maður lesa bók manni finnst eins og Andra þykir bara vænt manneskjuna, bara fólk. Og svo dregur hann upp mjög góða og sterka mynd af móður sinni, sem er svona eiginlega kannski kjölfestan þarna. Hún segir bara að hún hafi bjargað lífi Thors. Hún er alltaf merkileg, hún er Margrét Indriðadóttir, þessi stórmerkilega kona, hún er fréttamaður, hún verður fréttastjóri hérna, en samt er hún ennþá að vélrita fyrir Thor, þetta er náttúrulega alveg merkilega lýsingar. Og eltar matinn var. Og svo líka, finnst mér fallegt, og það komið tólt óvart, að þegar Guðmundur Andri talar að þegar hann sjálfur degi, þá mun pappans taka á móti honum. Það snerti mig mjög djúpt og svo er draugagangurinn í lok bókar sem að mér finnst magnaður. Og ég trúi fullkomlega á. Thor hafði þetta var svo mikill andi og mikill kraftur að hann fer ekki hljóðalaust. Það sem maður vonar náttúrulega líka er það að þetta verði kannski tilefni til þess að margir sem hafa ekki haft kynni af verkum Thors muni núna lesa. Ég held að fólk muni kynnast hann með svolítið öðrum hætti og það er í þessari bók svona einhver kjarni sem maður ofta að leita að í miklu stærri ævisögum og þeim tekst ekki að fanga. Og ég vildi bara fá nefna vegna þess að Andri lyfti Matthíasi Viðar aðeins sem átti nú stóran þátt í að fólk fór nú að lesa Thor á 9. áratugnum. Þessi bók, þegar nú ásaka konar ljót, en er viðtal sem Matthías Viðar tók við Thor. Það er mjög skemmtilegt að lesa þessar bækur saman, af því að þarna er Thor að tala sjálfur og svo Andri með sína mynd. Ég ætla bara að segja að mér finnst þetta frábær bók. Hún er bara dásamleg.